Hérna erum við konið með tvo ansi skemmtilega bíla. Þetta eru splunkunýjir bílar sem að BL að flytja inn og þeir tilheyra Dacia-deildinni. Þessi tveir hérna heita Dacia Bigster. Þeir koma í tveimur útfærslum til BL, annar er fjórhjóldrifinn en hinn er bara með framdrif og við erum með báða bílana að prófa þá. Þessi bíl er 155 hestöfl og hann togar 171 Nm. En rúmtaki í vélinni, það er 1,8 lítri. Það þýðir að hann hefur ekkert rosalegt togsvið en krafturinn í vélinni er talsverður og það er mjög gaman að aka þessum bíl. Þetta er svona ekta borgarbíl. Framdrifinn með góðu plássi og hann er á 18 tómu felgum eins og hann er hér en það er hægt að fá hann á 19 tómu með svona low profile sem að gera hann örugglega ansi flottan í borginni en þá er spurning líka hvernig hann haga sér í svona á ósléttu vegayfirborði svo er í Reykjavík núna eftir veturinn en kannski kemur það ekki að sök því að fjöðrunin er nokkuð góð í þessum bíl. Hún er reyndar svolítið stíf en það þarf að vera í svona stórum bíl því að það þarf að vera hægt að hlaða hann. Þessi bíl er 1497 kg og það munar ekki nema 100 kg á þessum tveimur bílum hérna, tæpum. Þannig að ég myndi segja að ef ég var að koma með bíl sem ég langaði til að vera á í bæjarakstri og skrepp á skutli og svona og hafa hann rúmgóðan, þá er þetta bílinn. Alveg rosalega skemmtilegur. Hann er með TLC sjálfskiptingu frá Renault og virkilegu lúxus að mínum mati þó að þetta sé bíl á toppverði. Við erum að tala að svona bíl kostar rétt 7 milljónir og það er ekkert verð fyrir svona stóran og flottan bíl. Á meðan þessi hvíti hérna sem við vorum að tala áðan er full hybrid, þá er þessi hérna fjórhjóladrifni mild hybrid. Og það þýðir að rafhlaðin eða rafmótorinn sem að hjálpar þessum bíl, hann er bara að hjálpa vélinni í erfiðustu aðstæðum. Það er að segja þegar hann þarf á afli að halda og hann getur aldrei keyrt á rafmagni einu saman. Þessi bíl er fjórhjóladrifinn og hann er beinskiptur. Nú, hann kemur 130 hestafla en hann er með 230 Nm í togi sem þýðir að togsviðið mun starra í þessum bíl og meira sem þýðir að þú getur snúið honum meira þegar þú þarft á kraftið að halda eða afli til þess að vera í erfiðum aðstæðum eins og ykkurum torfærum eða þú ert að keyra kannski erfiða vegarslóða eitthvað svoleiðis upp bratta heiði eða eitthvað svoleiðis, þá er mjög gott að hafa gott togsvið. En vélin í honum er ekki nema 1,2 lítra, þannig að þetta eru svolítið mismunandi bílar en það er svo frábært við þetta að þú getur valið þann sem þér hentar. Hér eru við að tala 612 til 14 lítra eftir hvora útgáfuna þú tekur. Hérna er ýmislegt að sjá, hérna er eins og þessi gúmmímotta hérna yfir lokinu, hérna undir er svona kettlingsvaradekk. En þetta eru tvær hæðir, þetta koma ýmsu hérna niður. Nú hérna eru síðan þetta sem að Dacia-menn er að setja í alla Dacia-urnar sína núna sem heitir U-Clip og eru svona sniðugt kerfi þar sem þú getur hengt alls konar hjálpartækið þarna á. Og þetta er líka til dæmis hérna á milli framsætana og það er símafesting fram í honum með þessu kerfi líka. Hérna er 12 volta tengi hérna. Svo er þetta fella niður sætin hérna með svona fítus hérna, mjög sniðugt. En síðast en ekki síst, þá er þetta alveg meiri háttar öflug farangurskeyrsla í þessum bíl hérna. Og í þessum bíl hérna, sem er full hybrid, þá erum við að tala rafdrifin skotthlera. Þessi bíl er alveg hlaðinn alls konar svona fítusum sem maður á ekki að venjast í Dacia, en þetta er sérst komið hingað. Þið sjáu ekki mikið mun á bílunum með því að horfa á það svona saman. Báðir búa yfir svona svolítið kraftalegu útlitið. Þið sjáu svörtu plastrammana hérna í kringum hjólaskálarnar og svo er hann rammaður inn með þessu svarta hardplasti hérna allan hringinn. Þetta er svolítið cool. Ég verð að segja eins og að mér finnst þessi bílar ansi vel heppnaðir. Þið eru að fá hérna mjög mikið fyrir peningin. Þetta eru ódýri bílar en þetta eru líka sterkir og góði bílar. Það hefur Dacia Duster sannað svo sannarlega á undanförnum árum þar sem hann hefur verið mikið notaðar af bílalögum. Þetta eru frekar einfaldir bílar og auðveldir í viðhaldi fyrir mikla notkun.
En fyrir svona venjulega borgarnotkun eins og þessi hérna, þar sem við erum að tala hybridbílinn og svo kannski meiri svona túristabíl þessi hérna eða fyrir ferðalögin, að þá þetta alveg 2 frábæri kostir á toppverði. Það þarf ekkert að ræða það. Það bara alveg nóg pláss hérna. Það solo í þessum bíl hérna og rafdrifin meira að segja. Þannig að sko höfuðplássið alveg stórfínt hérna. Sætin eru bara alveg þokkaleg hérna fyrir mig sem 1,87 og með langa fætur. Það hátt undir sætin þannig að maður getur hvílt fæturnar hérna undir sætunum. Mjög þægilegt. Og svo hérna þetta sem ég var að tala áðan, U-clips. Og hérna undir eru 2 USB-C tengi. Reyndar annað, já þetta eru 2 USB-C. Og sætin í honum eru bara glettilega góð. Hérna eru Isofix. Og svo hérna miðjupúði sem hægt að taka niður hérna. Og auðvitað glasahaldar í honum. Nú það skíðalóa hérna, maður getur annarkvort hérna sett skíði hérna eða gardínustangir eða golfsett kannski í minna laginu. Skemmtileg lýsing hér. Það ekki hérna svona, þú veist, til þess að halda sér. Það sjálfgætt að það vanti, en skiptir það kannski ekki máli. Hérna svona fatafesting. Plastið náttúrulega hart, skiptir mig engu máli. Hérna efnið í sætunum einhvern veginn svona eins og hálfgert rúskinn eða bara hreinlega svona leðurlíki. Þetta örugglega mjög gott að hreinsa þetta ef að fer eitthvað onni í þetta eins og slettist í þetta ís eða óhreinindi ef maður að ferðast og blautur og sest inn þá þetta mjög virkilega vel frá öllu gengi hérna. Já, nú sittum við inn í þessum glæsilega byggster hérna og við erum svona aðeins búin að pæla í þeim, búin að keyra á báða. Það munur að keyra framdrifsbílinn og fjórhjólsdrifsbílinn. Framdrifsbílinn aðeins öðruvísi í stýrinu. Það eins og að sé smá svona töf þegar þú snýr stýrinu, þetta rafmagnsstýri, þannig að það ekki óeðlilegt að finna eitthvað svoleiðis, en hann ákaflega léttur og það mjög gott að keyra hann. Sætin hérna halda alveg rosalega vel við, þó þau séu frekar einföld. Seturnar eru svona í styttralagi fyrir mig allavega hérna, en það hægt að hækka og lækka sætið þannig og útsýni úr bílnum alveg meira átta flott. Og það sem svolítið skemmtilegt við þessa bíla, að það náttúrulega verðið á þessu frá 6.590 og upp í 7.190. Það ekkert verð fyrir svona bíl. Það ákaflega létt að aka bílnum, hann léttur stýri, kannski svolítið ofléttur, ég veit það ekki, en það eitthvað sem maður venst með tímanum, myndi ég að segja. Og við erum búin að keyra hérna í ótal hringi og reyna að finna munin á aksturseiginleikum bílana. Og við erum á þessum full hybrid bíl núna. Það verður hægt að panta hann í svokallari Journey útfærslu og þá eru sportsæti í honum. En þetta eru báðar gerðirna sem við erum að prófa núna að Extreme gerð. Þið sjáu hérna erum við með svona raunverulega takka. Það hægt að hækka og lækka í miðstöðinni hérna. Það hægt að kveikja á hérna framrúðuhittanum hérna, afturrúðinni, setja á auto. Þetta svona tvöföld miðstöð, sem sagt loftkæling í honum. Og hérna hægt að setja hitta í stýrið, það hitti í sætum og svo náttúrulega framrúðuhitti hérna. Þið sjáu að það eru svona rendur í framrúðinni sem eru rafmagnsrendur til þess að hita hana upp. Hérna alveg stórsniðugur fítus þegar maður búinn að tengja Apple CarPlay og Android Auto og þá getur maður hækkað og lækkað hérna í útvarpinu með tökkum. Það þarf ekki að vera að grufla í skjáinn. Skjárinn alveg ágættur, þetta 10 tómur skjár hérna og svo ertu með mjög einfaldan mælaborðsskjá sem sýnir það sem þarf að sjá hérna. Það sjálfvirk hálausaskipting á honum. Og hérna þráðlaus símhleðsla og 2 USB-C tengi, 12 volta. Það allt í þessu sem það þarf. Það alveg dúndu pláss hérna, eru 2 svona bollahaldarar og svo erum við hérna með alveg feiki flott hérna, já, þetta bara svona ruslageymsla sem ágætt að hafa. Við erum bara alveg gáttaðir á því hvað hægt að búa til flottan bíl fyrir lítinn pening. Algjörlega frábær þessi Soloa.
Þú getur dregið fyrir eða frá og opna í leiðinni hérna og það er þetta að opna hana á nokkra vegu. Hún stoppar hérna. Annað sem er svolítið merkilegt, við mældum desibelin eða hávaðann eða hljóðmengunina inn í bílinn. Það heyrist alveg jafn mikið inn í þennan bíl og til dæmis Toyota RAV4. Þeir eru í nákvæmlega sömu gildum. Rúmgóður, flottur í skreppið og skuttlið. Í þessum bíli er allt sem þarf að vera. Það er í honum skynvætur hraðastillir og umferðarskiltalesari og það er árekstravörn í honum og hann er að hlaðin loftpúðum náttúrulega eins og gerist og gengur með alla nútíma bíla í dag. Hér er kominn bíll, valkostur fyrir þá sem kannski þurfa ekki eða vilja ekki eitthvað heavy tæknistöf, að þá er þetta bara alveg nóg.